Góðan daginn og velkomin að hádegisfyrirlestur hérna í fyrirlestur Þjóðminjasafns Íslands. Fyrirlesturnar okkar eru haldnir annan hver þriðjudag hér í salnum og þar reynum við að veita aukna innsýn í rannsóknir og starfsemi safnsins og sýningarsafnsins. Tengist yfirleitt öðruhvort starfinu eða sýningunum hér í húsinu. Ég mæli með því að ræðið ykkur í svona dagskrá ef þið ekki búin að því. Það liggur hérna á borðinu frammi. Þar farið yfir hvaða fyrirlestar verða í boði núna í haust, fram á jólum. En í dag ætlum við að hlýða á Bjarka Sveinbjörnsson segja okkur frá messusöng á 18. og 19. öld. Bjarki tónlistafræðingur og fagstjóri í hljóð- og myndsafni í Landsbókasafni Íslands, Háskólabókasafni. Og þetta tengist náttúrulega sýningunni Kirkjur Íslands sem búið að vera hérna í Bogasalnum hjá okkur síðan í vor og mæla eindregið með því að þið kíkið á hann ef þið hafið ekki gert það enn sem komið þér. Sýningin stendur út október minni mig. En ég ætla ekki að hafa þessu orð fleiri, heldur bara að bjóða Bjarka velkomin. Það gjör svo vel. Já, sæl verið öll. Gaman að sjá hvað þið komið mörg. Það mikill heiður fyrir mig að fá að tala til ykkar hér í dag, ekki síst á þessum stað, þar sem afburðafólk í íslenskri menningarsögu hefur sagt frá rannsóknum sínum og þekkingu yfir höfuð sem við sem hér erum höfum svo mikið áhuga á. Allt það sem ég segi hér í dag byggir á prívat grúski mínu í gegnum árin þar sem tónvísindum ekki ætlaður staður í íslensku háskólakerfi sem grein, þrátt fyrir tilraunir í áratugi til að svo mætti verða. Þó svo að drauma mínu hafi verið í þá átt fyrir 20 árum að svo mætti verða, þá hef ég orðið að taka orð konu á Barðaströndinni á árum áður. Mér í munn hún var spurð á því hvort hugur hennar hafi ekki stemt til náms, svaraði hún, maður varð að kæfa drauma sína. Ég hef lagt heilmikla vinnu í heimildasöfnunni gegnum árin, ekki aðeins í prentuðum heimildum, heldur gömlum tónlistarhandritum, í brefum í íslenskum söfnum og ekki síst helstu stóru söfnunum í Danmörku, Konunglegu bókhlöðinni, Ríkisskjalasafninu og Tónlistarsögusafninu í Kaupmannahöfn. En tónlistin hér hefur átt sína hægfara þróun allt til loka 19. aldar, þegar hún á fyrstu áratugum aldarinnar komst á stera. Söngorfurinn nokkuð ríkulegur frá fyrri tíð en hljóðfæratónlist nánast engin. Nokkra dropa má benda á í sögunni þar sem hljóðfæri eru nefnd, en þeir staldra álíka stutt við og húsfluga á vegg. En til að kasta sér út í viðfangsefnið rétt að nefna aðeins hvað það sem ég vildi tala þróun messusöngsins á 18. og 19. öld, það sjálfan flutningsháttin. Oft hefur verið vitnað í örfáar og sömu heimildirnar þar sem söng í kirkjum lýst með eins konar hamfaralýsingum, þar sem öllu ægir saman, hljóðum og óhljóðum, taktleysi og tónleysi og allskyns músíkalskum áóran sem gerði söngin að allsherjar klessuljómi sem enginn botnaði í. Ég gerði nokkru tilraun til að koma skil á. Það hafa verið skrifaðar greinar og smásögur í kringum þetta ástand þar sem hæðst af því, en við skulum kafa aðeins örlítið niður í málið. Það eru 2 atriði sem hafa haft afgerandi áhrif á Íslands samfélag til breytinga. Það fyrra siðbreytingin og hið síðara seinni heimsstyrjöldin. Bæði þessi atriði hafðu afgerandi áhrif á tónlistarlíf Íslendinga hvort á sinn hátt. Við siðbreytingunni urðu til 2 nýjar starfsstéttir í samfélaginu, sálmaskáld og forsöngvarar, en almenningur kom svo að því máli með að syngja þennan kveðskap sem oft var að tróðun í einhverja laglínu sem menn höfðu valið úr erlendum fyrirmyndum, skilningslausir tónsetningu kveðskaparins, og svo í heimsstyrjöldinni tók þjóðin við amerískri tónlist, jazz, dægur og danstónlist sem fólk dansaði við í helstum danshúsum bæjarins við undirleik margra frábæra erlenda tónlistarmanna þar til Íslendinga tóku við kefluna mestu. En það sem hljóðfæratónlistin ekki umfjöllunarefni í dag held ég mig við söngin. Ég hef ekki áttað mig enn á því almennilega hverjir kenndu alþýðunni sjálf lögin við fyrstu sálmari sem sungin voru á íslensku. Fyrsta söngbókin sem kom út með nótum var Hólabókin 1589, þá kom Grallarinn og svo Passíusálmarnir, og eftir þessum bókum var að finna flestu lög í þessum bókum, og lagbóða sem sungin voru í íslenskum kirkjum fram til 1801 þegar að messusöngsbóks Magnúsar Stephensen kom út.
Í fyrstu útgáfu Hólabókarinnar lítið skipulag á framsetningu nótnanna og standa þær í ein og sér en textin neðar á síðunni. Við endur útgáfuna 1619 var búið að fella fyrsta vers af nótunum og lagið birt í heild sinni sem nokkuð skorti á í fyrri útgáfunni. Ég ætla ekki að fara nánar út í þessar útgáfur en margt fleira mætti segja ekki aðeins þessar útgáfur heldur fjölda pappishandrita fyrri alda sem að innihalda nótur en heildarúttekt á þessum arfi hefur ekki komið út á prenti þó svo góð grein hafi verið gerð fyrir nokkrum þessara handrita, ekki síst í ýmsum skólaritgerðum, bæði í Háskóla Íslands og Listaháskólanum, auk vandaðra tímaritsgreina. Það væri virðingavert verkefni að ná saman lista yfir slík verk. En viðfangsefni dagsins er sjálfur söngurinn. Hvernig sungum en þessi lög, eða réttara sagt, hvernig flutu þessar laglínur og munnu þjóðarinnar í öllum hinnum litlu torfkirkjum sem fundist víðum landið. Við skulum fyrst skoða innra skipulag kirknanna. Sé hort á mynd af gömlum íslenskum torfkirkjum virðist manni þær hafa flesta verið í sama stíl. Hliðarveggir hlaðnir torfi, flesta með torfþaki en með framgaflu timbri. Það voru 3 gluggar á stafni, gjarnan með 6 rúðum, það var gluggi á suðurhlið yfir predikunarstólum, meðal annars til að hleypa birtu inn fyrir prestin og að sjá á blöð og bækur. Umhverfis altarið og gráturnar var kórinn og kórinn afstúkasvæði. Auk þess að vera vinnusvæði prestins var það einnig heldrimannasvæði sem þótt ótrúlegt megi virðast var eina orsökum þess að kirkjusöngurinn gekk úr lagi. Nánar það á eftir. Það voru fastir bekkir við innri gafl og hliðar og sömuleiðis voru bekkir innan við kórstafina, en kórstafir voru endir skilrómanna sem aðgreina kórinn frá framkirkjunni. Í framkirkjunni voru fastir bekkir sem hverju sig rúmaði 4 kirkjugesti en hafa ber í huga að starf kirknanna fór nokkuð eftir fjölda íbúa í hverri sókn. Þess var gætt að þær rúmuðu flesta sem femdir höfðu verið og sumstaðar fleiri. Tíma voru svokallar útbrotakirkju byggðar. Hefur Guðni Jónsson prófessor lýst þeim þannig í Stokkseyringasögu í kaflanum kirkjur og Stokkseyri. Kirkja þessi var byggð 1752 og var síðasta útbrotakirkja á Stokkseyri en svo nefndust kirkjur með sérstöku byggingarlagi sem tíðkaðist á fyrrum hér á landi. Þær voru eins konar eftirlíkingar af hinum fornu kirkjum kristninnar með miðskip og hliðarskipum. Voru það byggðar þannig að grind kirkjunum var mjó en með báðum hliðum grindarinnar myndaðist einslu 2 álna breitt skot með fram báðum veggjum, tilvitnun lýkur. Skot þessi voru kölluð útbrot og er þeirra hvað eftir annað getið í lýsingum 18. aldar kirknanna á Stokkseyri. Þar átt við að hliðagangur byggðu sikvoru megin við kirkjunu og stóðu menn gjarnan þar undir guðsþjónustunni, en í öðru bindi sögu Stokkseyrar lýsir Guðni Jónsson, prófessor þessu þannig. Auðsett er að ætlast til hefur verið að þorri safnaðarins hlýddi á messu standandi, enda mun það hafa verið venja fyrir á tímum. Hins vegar hafði fyrirfólk sveitarinnar jafnan föst og ákveðin sæti í kirkjunni og mjög sóst eftir þeim þau losnuðu vegna fráfalls eða brottflutnings eigandans. Þessi mismunum Guðs barna tíðkaðist allstæðir í kirkjum landsins og hélst langt fram á síðustu öld og jafnvel fram á þessa, þar að segja 20. tilvitnun lýkur. En hvað það? Rétt að koma sögnum inn í þessa lýsingu, langar mig að vitna í fræg orð Bergs Sturlusonar í Brassholti, forföður Bergsættarinnar, sem var fræg fyrir tónlistargenið, góða smiði og örlæti til ásta. Bergur var lengi forsöngvar í Stokkseyri kirkju og höfðvar eftir honum þessu setning: meðan að ég var í útbrotum sá ég allt, heyrði ég allt og vissi ég allt, en síðan ég kom í kórinn sá ég ekkert, heyrði ég ekkert og veit ég ekkert. Hafa ber í huga að Bergur var afskaplega forvitin maður og gera má ráð fyrir því að þeir í útbrotum stóðu, sátu hafa hvískrað, enda sagði Bergur við börnin sín: segðu fátt en spurðu mars. Það er áhugavert að lesa í leiðbeining að manna fram eftir öldum það hvernig kirkjusöngur skuli viðhafður. Það liggja ekki síst upplýsingar það í varnaðarorðum eins og til dæmis í formálunum að Grallarinn 1594 hvernig menn skuldu haga sér við kirkjusöngin. Oddur biskup ritaði formálum við fyrst útgáfu Grallarinn og segir: þeir einir skulu syngja í kirkjunni sem þar hafa góða hljóðagrein til,
svo söngurinn verði góður og fallegur en ekki sem drukkina manna hróp eða kall eða hrynur, þá syngur sitt hver. Þannig að þetta byrjaði snemma. Erum við hér komin að vanda kirkjubygginguna sjálfar í söngmálum? Eins og sjáum þessari mynd úr Víðimeri kirkju og Hofskirkju kórinn stúkaður af með veggjum. Sé haft í huga að virðingasæti forsöngvarans var í kór kirkjunar og sama á við bændur eftir virðingastigi. Við gerum okkur kannski ekki grein fyrir því í dag hver samfélagi fyrra tíma var lagskipt og birtist það ekki síst í þeirri sætaskipan sem niðurröðnum fólks í kirkjunum sýndi. Þetta ágætlega skilgreint í bókinni úr byggðum Borgarfjarðar öðru bindi, það skrifar Kristlaugur Þorsteinsson á Stórakröppi, en hann segir meðal annars: Í þessum kirkju var nákvæm skilgreining á fólki eftir stétt þessu stöðu. Allir bændur sóknarinnar áttu sæti í kór, en samt fór það eftir mannvirðingu hvar í kórnum þeim var skipað niður. Hreppstjóri og meðhjálpari áttu sæti við altarishorn og út frá þeim komu betri bændur. Reiði fjárhagur jafnan mest þá sætaskipan. Við kórstafi þótti meiri vegur að sitja en miðjan kórbekk, þó það jafnaðist ekkit á við þann heiður sem því fylgdi að eiga sæti við altarishorn. Þó kórsættin væru ekki alveg fullskipuð af sóknabændum, leyfði sér enginn að ganga þangað óboðinn sem ekki væri tölu sóknabænda. En væru einhverjir mikilsvittir menn utan sóknar við kirkju, átti meðhjálpar að gæta þess að slíkir menn væru leiddir í kór. Í framkirkjunum var líka mjög nákvæm og ákveðin skilgreining á fólki. Allir bekkir norðanmegin í kirkjunum voru skipaðir kvenfólki. Innsta sæti norðanmegin við kallað öfugubekkurinn. Hann var bestu bændadætrum valið sæti. Þær sneruðu með andlitum við öllum þeim sem að framkirkju voru. Í önnu sæti var konur raðað eftir líkum mælikvarða og bændum þeirra í kórnum. Í innstu sætum sunnamegin voru einnig konur, fremstu sætin sunnamegin áttu vinnumenn og drengir á ýmsum aldri. Söngurinn urðu bændur að annast. Konur sungu þá aldrei í kirkju. Væru ungir menn og ókvæntir vel söngkæfir, fengu þeir kórsæti áður en þeir voru komnir í bændastöðu, en varla gat slíkt og komið til mála væru þeir aldrei upp á sveit eða af mjög fátækum komnir. Þannig gægði þá allstaðar fram þessi metóðagirni sem byggði mest á efnum og ástæðum, tilvitnun lýkur. En nú komum við að því hver áhrif þessa skipulags bæði á sjálfu kirkjuhúsinu og svo niðurröðum fólksins til sætis hafði á söngin. Þetta hafði að mínum ekki mikil áhrif á hnignun kirkjusöngsins og skýrir sumar af þeim lýsingum söngin sem við lesum í heimildum. En við skulum snöggvast bregða okkur í kirkju. Hér hefst frásögn af því sem að hafa upplifað kirkjusöng. Við skulum hlusta á þetta. Það kunnugra en frá þurfi að segja hver prýði að reglulegum og fallegum söng, hver helst sem hann og hvar sem hann heyrist. En þó mun óhætt mega fullyrða að sálmasöngurinn sem hér átti á að minnast hvað dýrlegastur, af því hann einfaldastur allra söngva. Þeir geta þetta borið sem fundið hafa hverja verkun það hafði á þá að vera við embættisgjörð í prýðilegri kirkju, þar sem söngmeistari lék á fjölratað orgel, en mörg hundruð manna, kvenna og unglinga tóku undir og fluttu drottni sínum lofsöngva, allir í einu hljóði og einum huga, að svo þótti sem sálir þeirra liði ásamt lofgjörðar og bænarorðunum á vængjum hinna mjúku, blíðu, hljómfögru og hátíðlegu ratta upp að hástóli drottins. Það engum láganda sem þvílíkrar ununar hefur notið, þótt hann ángrist og hryggist með sjálfum sér af að hugsa til, því heldur hljóta að vera heyrnarvottur að hversu sálmasöngur almennt fer fram í kirkjum hér á landi. Ég segi almennt, því til eru þær kirkjur að hann fari sæmilega fram og miklu betur en við mætti búast hjá þeirri þjóð sem almennt þekkir hvorki nafn eður gildi nokkurar söngnótu, eður hefur einu sinni heyrt þess getið hvað það sé menn nefna takt í söng. Að þessu sinni vilda ég helst hlífast við að lýsa afskræmislegum sálmasöng með þeim orðum og á þann hátt sem mér býr í skapi. Því ætíð óþægilegt að hafa hugan lengi við það sem ljótt Þó hlýtur að drepa á aðal gallana í fám orðum, en ég þykist ekki geta það öðruvísi betur en með því að biðja lesandan, fyrst sunnudagur í dag,
að koma með mér út í kirkju, því sjálfum sér trúir hver best. Hér hefst frásögnin á því að þeir sem hafa upplifað kirkjusöng í sínu besta formi hljóti að finnast lítið þann kirkjusöng sem síðar verður lýst. Ætla má að allir þeir námsmenn sem héðan fóru til náms í henni stóru Evrópu hafi sótt kirkjur og margir upplifað tónlistarflutning, bæði hljóðfæra og kirkjulegan söng eins og hann gerðist bestur á þeim tíma. Það hljóta því margir að hafa haft nokkuð trúverðugan samanburð heim kom og íað er að í þessum inngangi. En við skulum ganga stund til kirkjunar, hlusta á það sem minnst samanburðin, en við skulum heyra hvernig hann lýsir söngnum. Þú sér þá mann sitja við altarishornið, það nú forsöngvarinn. Ég sé strax á þér að þig furðar á hann skuli sitja þarna við annan enda safnaðarins og þér dettur í huga að spyrja hvers vegna hann sé ekki eins látin sitja við kirkjudyr. Þetta get ég nú ekki láð þér, en gættu að. Hann hefur verið hreppstjóri og þeir vilja hérna láta raða sér niður í kirkjunni eftir metorðum, auð, ættgöfgi, aldri og ég veit ekki hverju fleiru. Þó ætla ég það margt nokkuð. Forsöngvarinn byrja nú þarna. Hann sæmilega lagviss og hefur allgóð hljóð, en þau hafa ætíð verið veik og nú hann farinn að eldast. Það hefur aldrei gjört betur en til hans hafi heyrst fram að kórstaf, auk heldur lengra hann var upp á sittið besta. Sá sem honum sittur næstur hreppstjóri núna, hann ber alls ekki við að syngja og svo þrjá hinna næstu utar frá honum. Forsöngvarinn verður því að tísta einn sér, þar svo vill illa til að presturinn tekur ekki sessunautum hans fram við söngin, þó hann sé góður í stólnum. Söngin hinna sem utar sitja þarna að sunnanverðu skulum við ekki nefna. Að norðanvert við altarishornið situr spjátrungur sem kom inn í sóknina í vor. Þú sér að hann í margneftri stýrimannstreyju á stígvélum og með hringi í eyrunum, svo hann varð að setja þarna. Hann hefur dáfalleg hljóð, skær, há og liðug, en þú heyrir hvernig hann fer með þau. Mér skal mikið þykja ef þú þekkir lagið sem hann að syngja og það þó algengt. Hann ber sig oftast nær að fara þar upp sem lagið gengur niður. Hann heldur það ber ekki á hljóðunum ella. Svo þá hæst fer og hann fer að beita röddinni, þá heyrirðu að hann 3 og 4 hnykkir á atkvæðunum. Við skulum ekki kalla það nótur, meðan hann að hækka sig. Síðan nú leikið stundarkorn á hjólum og á þeim oltið ofan í gornótur aftur. Þar utar sitja 3 sem allir syngja, en ógæfan að þeir heyri ekki til forsöngvarans fyrir dillinu í spjátrunginum, svo þeir fylgja honum. Aftur við kórstafina 2 eða 3 sem nokkuð syngja, þeir heyri ekki heldur til forsöngvarans, en ýmist syngja sér, eða ráða af því að horfa framan í hann hvar komið sé í laginu. Oftar fara þeir samt eftir stígvélamanni, nema hvað þeir syngja fljótar en hann af gömlum vana. Í framkirkjunni bæði kvenfólk, vinnumenn og unglingar sem margt hvað hefur dágóð hljóð. Vinnumennirnir kirkjuhaldarans þar samt ekki. Þeir sitja í kórnum og þó annar ólæs og staðfestur með biskupsleyfi. Í hinn ekki sköpuð söngrödd og þar að auki varðan fyrir nokkrum árum uppvísað gleymsku á 7. boðorðinu. Þú spyr hvers vegna það syngi ekki. Naumast hugsaði ég þú myndir spyrja svo fávíslega. Fyrst það ekki siður og þá það ógjörningur eins og þú skilur, enda mundi þá ekki fara betur, þar kæmi þá ennþá einn söngflokkur og hver veit hvað margir. Því þangað heyrist ekki vitund til forsöngvarans situr innst í kórnum. Nú vonað vel fari og kyn þó þér heyrist þetta laglaus óhljóð. Forsöngvarans gætir ekkert og hann þó bestur. Stígvélamadurinn að leika á hjólunum, hnykkja og rykkja. Þegar honum líkar við sig hvað hátt hann kemst, dregur hann seiminn svo að sem lengst skuli til hans heyrast upp úr öðrum. Því ætíð hálfri hendingu á eftir forsöngvaranum og þeir sem stígvélamanni fylgja annarri hálfri á eftir honum. Svo aldrei heyrist hvenar forsöngvarinn hættir eða byrjar á hendingu.
Þú heyrir hvernig söngurinn fer í dag og hann þó í skárra lagi, en þeir hafa margsinnis átt eftir helmingina versinu að norðanverðu í kórnum, þá útivarað sunnan. Það vill líka svo vel til að bóndinn á heiði ekki við kirkju. Verst fer þegar hann hefur bylmingshljóð, mikil en fjarska styrð, getur ekkert lag haft og engum manni orðið samróma, þegir samt aldrei og syngur alltaf út á þekju. Svona fer nú fram í kirkjunni hérna. Þó það kunni að vera í lakara lagi, þá mun samt litlu betri söngur í mörgum öðrum kirkjum og ætla ég sýnishorn það hér stendur að framan eiga víða heima. Ljótt það. Í grallaranum voru nótur sem menn smám saman lærðu að lesa en felldu svo að eigin smekk líkt og lýst var hér að framan í sögubrótinu. Í Passíusálmanum voru lagbóðar við sálmana og á sálmabókinni 1801 var leitast við að skilja við svokallaðan grallarasöng sem var innleiddur 1594. 207 ára ómbreyttur vana söngur eins og Magnús Stephensen kallaði hann í formála sínum. Lögin sem fyrirkom í grallaranum og þeim sálmabókum sem gefin voru út voru 150 og voru margir sálmar sungnir undir sömu lögum. Þó svo prestar hafi lært að lesa nótur í sínu námi að Hólum og í Skálholti, þá las almenningur ekki nótur. Magnús Stephensen að því í sínum skrifum að jafnvel kennaratir í nefndum skólum hafi haft lítið kunna sjálfur. En ekki hefur það þá verið einhlítt því að við lítum á handritið af svokölluðu appendix sem Ólafur Brynjólfsson á Görðum og Akranesi skrifaði 1755. Þá hefur hann fengið ítarlega tónlistarkennslu í Skálholti þar sem hann nam. Þessi viðbætur var hugsaður sem ný tómfræði sem prentaskildi aftan við grallaran en einhver staðar las ég það að prentsmiðan hefði ekki átt nótnalestu til versins. Nú það sem vekur enn meiri áhuga á þessu handriti að það byggir á eldgömlum aðferðum sem lögin voru afláðar innan tómfræðinar. Við skulum hafa í huga að verkið skrifa 5 árum eftir að Bach lést en hann beitti öllum nýjustu tryggsónum í tónsmiðum sínum og þar undir nýrri stillingar aðferð á hljómborð. En þangað voru menn ekki komni hér á landi. Það var víða sem hefðirnar stóð í vegi fyrir breytingum, mætti kalla framförum. Það minn skilningur og margara annara hér slóður að hver dagur eigi að vera öðrum líkur var haft eftir manni breytingar sem vænta má í hans samfélagi. Þegar maður lúslesi inngangin að sálmabókinni 801, stundum kölluð Leirgerður, sýna þær breytingar sem Magnús vil gera til framfara hver hefðin hefur verið. Magnús segir að grallarinn segi til hvert sálm skulu syngja hvert messudag. Þó sömu sálmarnir eftir honum verið sungnir, sömu nærfellt hver dag árið kring, sömu svo missurum og nokkrum mánuðum skiptist færist sjaldnar en 3 messudaga í röð. Man skal þó ekki undra að þjóðin hafi eftir 200 ára á notkun sömu sálmanna hafi kunnað lögin til hlítar, margir með sínar útgáfur af þeim. Og öll inngripi í þá hefði meiri mætt með mótlæti. En barátta upplýsingarinnar var meðal annars frjálsræði sem komu framfara sinnum prestum til góða, þá að sjálfur velja sér sjálma til söngs í kirkjunni og jafnvel fella það að ræðu efni dagsins. Bara rétt svona fræðilega síðan þá var þetta Gídeon frá Arezzo, hann var að hjálpa kókringjum að reyna að hugsa laginu eftir fyrir nóttunslutina, kom blóðurinn við út eftir hann ætti fyrir til þess að reyna að muna laglínum. Nú, þá eru komin að því að snýra því hvaða söfnmuni sálma skulu sungið. Magnús bendur á það einföldu staðreynd að viti maður hvað sálm skulu syngja líki beinast við að fletta honum upp í reikistrinum og leita síðan eftir því að þeirri síðu sem hann prentaðar á. En þar kemur ein athugasemd. Þessi samt eigi að dyljast að margur nokkurn veginn lesandi þekki lítið til tölustafa. En þó hann á meðan ekki megi lesandi heita því ætti hlutiðandum og einkalega prestum umhugað að vera að láta börn og allt fólk venja sig strax á að lesa rétt. Að það minnsta kosti úr hverjum 3 tölustöfum sem fyrir bókinni kunna við sálma og blaðsíðu tölu koma og æfa sig í að fletta upp eftir hvort tveggja sem sára auðveld og fljótlega mennt, tilvitnun líkur. Hann nefnir að fyrr hafi menn tilkynnt munnlega sálmana sem sungnu skuli en segir svo að áður en til teki gleymi sálmarröðin og tala, uppflettingi verður sein og treg og allir verða sjaldnast nálægir áður en söngurinn á að byrja.
en horfum fram á veginn. Í hinni nýju sálmabók sem kom út 1801, Evangelísk kristileg messusöngs og sálmabók að konunglegri tilhlutan samantekin til almenna brúkunar í kirkjum og heimahúsum og útgefin af því konunglega íslenska landsuppfræðingafélag heilmikill inngangur, sem kannski hefur ekki verið svo mikið lesin en birtir margvíslegar upplýsingar þá breytingu sem Magnús Stephensen, einn af umsjónarmönnum útgáfunar, vildi vinna að. Í þessum inngangi sem heitir Til lesarans mikill fróðleikur kirkjusöng og ýmsar leiðbeiningar það hvernig megi bæta hann. Í lok bókarinnar má einnig finna eitthvað sem kalla mætti tónfræðikafla, þar sem Magnús leitast við að hjálpa fólki að lesa úr þeim 3 nótusettu lögum sem í þessari bók eru. Eins og nefnt var hér að framan segir Magnús frá hve erfitt sé fyrir fólk að finna sjálfa sálmana í bókinni, bæði vegna þess hve lengi þeir séu að finna þá, en efast einnig læsi fólks og tölustafi. Hann eyðir því heilmikið í texta að koma með lausn á þessu máli. Hann segir að gagnlítið sé fólki sem hvorki geti lesinni skrifað að skrifa númer á eitt spjald sem ekki sjáist vel í kirkjunni og þá með daufri hönd. Hann með tillögu þess efnis að í kirkjum verði útvegað 2 stóra trétöflur sem hangja á björtum og augljósum stað, önnur í kór en hinn í framkirkjunni. En í stærri kirkjum ættu það vera 4. Hverri töflu sé deilt í 12 eða 14 rúm með mjóum þverrimlum og hann fyrir nokkuð ítalega í skýring á slíku töflu og birtir mynd af henni í bókinni. Það sem ekki sé mögulegt að útvega slíka töflu skuli djáknin eða forsöngarinn auglýsa í kórdyr hátt og snjallt hvaða sálm skuli syngja, ekki aðeins sálmanúmerið, heldur allt fyrsta versið, eða eins og hann skrifar: Nú sungið númer 198, hver fyrsta vers hljóðar þannig og les á versið. Á meðan fletti söfnurinn upp á númerun og sálmunum í hverri sinni bók, en þegar að forsöngarinn hefur útlesið byrja þá standandi strax sálminn, ellega presturinn innanfrá og þegar hann sjálfur byrjar, tilvitnun lýkur. Þá bendir hann á að allir komi með sálmabók til kirkju og vilji breytingar á því að sæti í kór skuli ekki vera hefðasæti, heldur söngvarasæti, eða eins og að skrifa: Hvað á sá að gera í kór sem ekkert hefur framvegis að syngja á og ekki kann sálmanna nema þegja og sitja þar öðrum bók hafa og sungi geta í vegi, tilvitnun lýkur. En svo bent var á hér að framan þá tíðkaðist það ekki að konur syngju í kirkjum. Með útgáfu þessara nýju sálmabókar 1801 bendir Magnús Stephensen á að nú þegar að nægar bækur séu til leggist af svo ósíður að aðeins fólk í kór syngi, en framkirkjan þegi og nú finnist öllum jafn skylt bæði konum og körlum að vegsama Guð með söng. Nú svo komum við einu sem heitir taktur. Í eftirmælum 18. aldar þar sem Magnús ávarpar liðna öld segir hann að sárafáir Íslendinga virði nokkuð að heiti taktur í söng. Þessi skafangi fylgdi þjóðinni lengi og heyrði maður, og þá á ég við sjálfan mig, árum áður að söngstjóra sem hafa ofta því í góðra manna hópi, einkum þegar að kóra voru að setja það á dagskrá sem að voru kallaði nerasöngur á þeim árum, þar sem takturinn var mikilvægur. Magnús nefnir það að kennarinn hafa oft verið tæpur í fræðunum og hafi aðeins geta stuðst við það fáu síður sem prentaða voru aftast í grallaranum og kallaða appendis. Ekki síður þær sem byggðu eldgömlum aðferðum kenndu við arræts og eins og við sjáum á hann. En Magnús sem sagt vitnar í Uno von Triol söngin hér þegar hann var hér á ferð, sem segir: Yfir höfuð að segja syngja Íslendingar sára illa á nokkurs takts eða fegurðar, einkum þar þeir ekki hafa mistu þekkingu og sönglistarna nýrri fegurð eða þægilegleika, tilvitnun lýkur. Hann ekki þarna að lýsa kirkjusögnum eins og hann var? Hver með sitt lag, hver syngur á sinn máta? Þetta ekki stíl við það sem við lesum í heimildum kirkjusöngin langt fram á 19. öld? Ólafur Davíðsson segir í lok 19. aldar í ritinu Íslenska skemmtanir að Íslendingar hafi aldrei risið djúpt í söng. En það ekki aðeins söngurinn sem virðist fljóta að feigðarósi á landanum, heldur og kveðskapurinn, sálmarnir. Þeir þykjast fæstur upp á marga fiska, ekki síst sálmar til loka 18. aldar. Það rétt að draga hér stutta tilvitnun í Ólafum kveðskapinn, hvað sem sattir í honum. Sálmar voru svo nauðaleiðinlegir að það var óskiljanlegt að þeir hafi getað lyft huga nokkurs manns til Guðs og hefur það þó eflaust verið tilgangur þeirra. Nú rímurnar voru oft á tíðum hnyttnar og smellar, en sálmarnir svo andlausir að það var engu líkt.
Loksins voru rímurnar þjóðlegar og oftast ortar eftir þjóðlegum efnum. Sálmar voru svo óþjóðlegir sem framast á raund margir þýddir eða sniðinir eftir útlenskum skáldskap og þó þeir væru alveg frumkvæðnir. Þá voru þeir samt óþjóðlegir í sinnu innsta eðli og hlutu að vera það. Og þó voru sálmarnir gulli að þessum sandi sem til af andlegum kvæðum því þeir voru styttri. 12 kastaði fyrst þegar maður les til dæmis einmannsljóð, dýrðardikt og jafnvel skiptaminningu þó hún sé ekki mikið hjá hinum óskupunum. Einna geysilegustur hugarfró eftir Þorvald Rögnvaldsson á Sauðanesi því hún hvorki meira en minna en 454 erindi tilvitnun lýkur. Magnús Stephensen kemur inn á þetta í kaflanum til lesandis í sálmabókinni þar sem hann rekur þá sálmaflokka sem í bókinni eru og hvað þeir eigi innihalda. Miklar ádeilur urðu útgáfu bókarinnar ekki síst vegna orðalagsbreytinga í sálmánum þannig meðal annars að þær féllu að þeim lögum sem til var ætlast og veru sungnir og að nútímanum. Hann segir einnig að þeir hafi sneitt hjá öllum myrkum og þungskildum orðum og efasömmum og tvíræðum orðatildekjum en kosta kappsum að laga þá sem ljósast og skiljanlegast varð fyrir fáfróða og einfalda. Hverra fjöldi mestu til og þeim helst þörf á með sálmum og uppbyggjast. Þess vegna höfum verið neyddir til að setja góða en oft þungskilda sálma með myrkum orðatildekjum og snúin orðaröð til síðu. Því þó því líkir kynna vera góðir og snotri fyrir lærða og skapi þegar menn gátu þeir aldrei orði hentugir alþýðusöngvar sem almenn messusöngsbók og sálmabók krefur. Sama að segja eldri og nýrri sálma sem fullir hafa fundist af eftirlíkingum, myrkvum, mystískum orðatækjum en frekum heimsádeilum tilvitnun lýkur. Í fyrstu útgáfu sálmabókarinnar frá 1801 eru 3 nóturðu lög. Notar Magnús þær nótum meðan annars til þess að skýra hraðan, sálmarhraða sem skildi vera sá að fjórðapars nóta gildi 60 lögum. Ég ekki að svara í síman, ég er að opna pínlítið forrit, ég ætla aðeins að leyfa ykkur að hvað eru 60 á sekundu. Það ekki þetta, heyri þetta. Og haldið ykkur nú, því að sumum þótti þetta allt of sumum fannst þetta allt of hratt, helmingi og hratt. Þá var það þetta Málið snýrist nefnilega orðið, að hvíla á orðinu. Það var það sem var svo mikilvægt. Hann skrifar, svo var hann með annað triks. Hver lögin ganga í heilum töktum sem ætið uppelega að gefa til kynna með stóru sé, eins og sjáðu eins og séstu þau 3 nóturðu lög í bókinni eða við númer 40, 64 og 70. Þau ganga allir jafn fljótt og hvert atkvæði sem heyri til svart fjórðaparsnótu þar viðlíkan tíma við söng og svara kynni til eins æðaslags spil á handleiki helbriðsmanns. Þannig að það var svona, og ég reikna á þetta svona cirka 60. Nú, ljóst að allt gekk hæga fyrir sig á þessum tíma og í greinargerðum stofnun skóla, realskóla á Íslandi sem Magnús og Víbe Am skrifuðu 1800 kemur fram í þeim kafla að orgeli og orgelkennslu snýr talar hann að messur tæki yfirleitt ekki lengri tíma en 4 klukkustundir. Gömlu prestarnir predikuðu yfirleitt í klukkustund og síðan eru súnir langir sálmar og sjáum við það nú með þetta tempó. Ég held að Eyrarbakka var við 1890 það hefur verið súnir 68 erindi held ég. Þannig að það tók eftir middag. Nú, málið var að dvelja nógu lengi á Guðsorðum í sálmónum. Þegar koma því að nótnabækur, líkt og til dæmis voru í Danmörku þessu tíma, þá voru nóturnar sem sagt þessa það voru skrifaðar þá í hálfnótum, ekki fjórðaparsnótur, það eru 2 slög þá í hverju nótur ekki, með við hálfnótumna. Já. Nú í lokin. Magnús Stephensen kemur með nokkra tillögur þess efnis hvernig söfnuður skuli velja sér forsöngara til að leiða söng kirkjunnar.
Hann leggur til að besti söngmaður á hverjum stað skuli velja sem forsöngvari. Hann leggur til að sá hinn sami sitji við kórstafs og söfnuðurinn heyri til hans. Sá hinn sami skuli æfa sér vel í nótnalestri, ekki síst lengdagildi nótnana og gildi þagna. Og svo beint tilvetnun: þegar að forsöngvarinn eftir reglunum hefur mátulega dregið hendingalokin og hvar þagnamerkin tilvísa mátulega þagað, þá tekur hann strax upphafða næstu hendingu og andar þá fyrst sjálfur þegar fólki hefur tekið undir. Menn hinn að klára sko, og þá kemur hann sko. Hann bendir á að fólki ber að varast að draga söngin eða flýtunum úr takti við forsöngvaran eða eins og hann skrifar: þá fyrst geta allir orðið samhljóða í laginu og söngur er reglulegur, en við hverja hendingaskipan skal eins varast að draga söngin nokkuð hlut eftir forsöngvaranum, heldur eigi allir að þagna strax og hver hendingi búin. Við sér hverja liðu anda og annað hvort annað staðar anda ella þar þó ný, hann er erfitt að skilja, en rétt á meðan heldur forsöngvarinn fram sama tóni og allar fólkinu mátulegt andlum þegar hann svo tekur upp á næstu hendingu og allir söfnurinn sem einn maður tekur þar undir. Þetta verður hörku vinna. Nú, þetta er alveg að vera búið. Jón Jónsson læknir skrifar í grein í Vöku árið 1929. Forsöngvarinn hafði áður sérstaklega á hendi það vandasama starf að halda uppi réttri tónhæð. Þess vegna notar hann hvert færi sem gafst til að hækka tónin sem hann fann og vissi að var alltaf sóttur niður á við. Þetta er þekkt í dag með þess að í kórum. Á svífandi tónliðum eða tónliðar hlaupum gat hann oft hafið sig uppi við söngflokkin og náði réttri tónhæð. Af þessu mynduðust rókurnar sem algenga voru einmitt hjá góðu söngmannum. Þær gátu líka hjálpa til við sönghraðan sem einætt vildi verða víxlaður þegar margir og misjafnir söngvarar sungu saman í kirkju og gjörðu hliðin mikinn. Við hvert ljóðlínu skipti reið forsöngvarinn á að skera upp úr. Var þá títt að hann notaði tækifærið og hraðaði sér að ná í byrjunartón næstu ljóðlínu og lét hann hljóma hvellt meðan aðri voru að draga seimin á endatóni fyrir endingar. Umfram allt þurfti forsöngvarinn að nota tækifærið við versaskipt, eða svo illa hafði tekist að tónhæðin var fallin að mun. Hann hækkaði þá tóninu tvíund eða þríund eftir þörfum og þurfti töluvert lag til að fá söfnuði til að fylgjast vel með þessum snúningum. Hina svífandi tólbyggju létu söngin vagga eins og skip og öldum og þegar að minnst varði hóst máski einhver söngvari sig upp heila 500 og jók hliðin með hreinum tvísöng. Þetta var svona svolítið spegilmynd af þessu fram á 19. öld, en það verða svo hægfara breytingar á ýmsum þáttum og margt lagað. Það væri svona spurning það hvernig maður héldi áfram héðan, því að það er mjög áhugavert fyrirbæri sem gerist þegar að fara að koma hljóðfæri í kirkjunnar. Eins og þið sjáið, þetta er fallega hljóðfærið í Grundi Eyjafirði, en hvernig var staða forsöngvarans? Þetta skal svei mér verða seinasta kirkjuferðin mín fyrst þetta helvítis gargan er komið í kirkjuna. Þetta er það sem það var. Takk fyrir. Já, þakka þér kærlega fyrir mjög skemmtilega frásögn. Er einhverja spurning?